Daginn ágætu vinir og velkomnir. Við erum að fara í einhverja ferð sem að við vitum ekki hvernig endar. En þekkjum þetta nógu vel til þess að vita að hún allavega endar vel. Þetta er ekki samt eina af þessum óvissuferðum sem sumir elska að fara í. Ég skilur ekki akkur í, en sumir vilja fara í einhver óvissuferðir á helst á nógu svakalega hættuleg svæði. Ég vonum að sleppa tilbaka. Ég vil fara vel með líf mitt. Ég vil gæta lífsins eins og ég get og hlúa að því svolítið svona og svona stíga varlega niður fæti svona það sem eins og viskulegt er að gera. Þannig óvissuferðin, hún heillar mig ekki, en ég er ekki að banna mönnum að vera heillaðar af óvissuferðinni, hún heillir mig ekki. En ég hins vegar heillast af því sem Jesú Kristur gerir. Hann hefur margt til mála að leggja og hann er einn af þeim sem að getur alveg svarað okkur hinum ýmsustu spurningum sem að uppkoma og við þekkjum það nú mæta vel að alls konar spurningar vakna eitt og annað og það nú vegna þess auðvitað við skiljum ekki allt sem að er að gerast og skiljum bara alls ekki sumt. En þannig víst er lífið að togast á í okkur alls konar skilningsleysi og svo er skilningur líka á mörgu og við vitum margt og hefum lært margt og reynt margt. Þannig að lífið hefur nú gefið okkur alveg helling af svona viðbótum sem við höfum getað nýtt og notað. En það hefur líka sýnt okkur alls konar svarta bletti og svarta fleti á því. Það er partur af því þessu lífi. Og veistu hvenær þessi partur byrjaði? Það byrjaði þegar að syndin kom inn í lífið. Hún er svarti flöturinn á lífinu. Og við veitum að syndin er út allt og syndin fer mikinn. Og syndin heldur bara áfram og hún vex ef að trúin minnkar og hún minnkar þegar að trúin vex. Ég held að hafa nú verið svolítill svona uppgangur í trúnni í einhverjum kynslóðum þó ég reyndar þekki það ekki. Ja. En þá veit ég það að það hefur verið á kostnað syndarinnar sem hefur verið svona minna umleikis, minna að vera í henni heldur en seinna varð og þetta hefur allt verið í bylgjum. Við vitum það til að mynda að það þykir aldeilis ekki óhætt eða viskuleg aðgerð að skilja húsin sín eftir opin í dag, ólæstum, með ekki rétt mér. Og það er líka óráðlegt í sjálfu sér að vera að skilja eftir glugga opna. Þegar ég var ungur maður eða barn og krakki, þá var það bara nánast svona að hús væri læst. Þau voru náttúrulega læst á nóttinni en svona yfir daginn þó að menn færu út, þá var yfirleitt ekkert læst. Ég sem barn og krakki, ég var aldrei held ég með lykil að húsinu heima. Það var aldrei læst þegar maður kom og maður fór út úr ólæstu húsi og kom að því ólæstu. Og það skeði ekkert neitt. Það hvarf ekkert. Það kom engin óboðinn gestur á meðan að húsið var autt. Þegar reyndar, ég bjó nú það vel að það var nú reyndar sjaldnast autt. En auðvitað kom það fyrir í einhvern part. Þá var ekkert verið að læsa. Ef að móðir okkar blessunni fór þá þurfti eitthvað að skreppa, þá sjaldan það skeði og hún skildi eftir autt hús. Hún vissi af hjörðinni sinni ykkur staðar út í buskanum og vissi að einhvern tíma þá kæmi þessi hjörð hennar heim og hún skildi bara eftir opið. Þetta var bara svona út allt. En svo fór maður að sjá svokölluð lyklabörn, þú kannski manst eftir orðinu. Lyklabörn voru börn sem að fengu lykil af húsinu hálsinn og veistu af hverju? Þá voru báðir foreldrarnir farnir að vinna. Og þó komu þau greyin að auðvitað tómu húsi, engin heima.
og þau urðu að bjarga sér, fara í ísskápinn og finna sér eitthvað að éta eftir skólan eða eitthvað. En þetta var ekki svona kannski áratug fyrr. Þetta byrjaði allt seinna. Þannig við sjáum að svona, ég segi að þetta sé afleiðing syndar. Að menn fóru að einhvern veginn að sníða sér stakk, reyna að sníða sér stakk eftir vexti, og vöxturinn var þannig að hann krafðist meiri fjármuna inn á heimilunum. Og það er svo merkilegt með þetta að í dag til að mynda, í þessum allsnægtum sem að við lifum í, við erum náttúrulega vælandi undan þessu COVID og ég skil það vel, að þegar maður var sjálfur krakki þá var alltaf borðað tvisvar á dag, hádeginu og í kvöldin og kvöldin, og það var kaffi í miðjan dag, og heima var nú reyndar ekki kvöldkaffi og yfirleitt ekki morgunmatur, en það var víðast hvar sem þetta var með þeim hætti. Menn voru alltaf étandi og þeir höfðu efna á því. En núna getum við helst ekki keypt okkur mat einu sinni á dag, þannig séð. Svo fyrir utan það að þá nennum við ekki að elda það, þannig við kaupum þetta mikið tilbúið. Það var algjörlega óþekkt, og vildu menn fara út að borða sem var auðvitað hægt, þá var það bara gert á einhverjum tyllistundum. Bara svona mönnum langaði til þess að aðeins að lyfta sér upp, þá fóru þeir á veitingastaði og fengu sér að borða, gott að borða. Þetta er orðið allt saman breytt. Þetta hefur verið, þessi velmegun okkar, hún hefur því miður verið á kostnað trúarinnar. Það er engin spurning um það, ég held að menn séu nú almennt sammála um það, að þessi velmegun, hún hefur orðið meira og minna á kostnað trúarinnar. Og það var hoggið skarð í heimilið, og bæði með því að báðir foreldrarnir fóru að vinna, og það var svona eyða inn á heimilunum. Við mín kynslóð, ég er 67 ára gamall, mín kynslóð, hún mann þetta þegar, já, líklega mamman var heima, ég veit ekki hvernig þetta var alls staðar, líklega hefur það nú verið þannig, hún bara var heima. Var hún ekkert að gera með tærnar upp í loft og horfandi út gluggann. Þessar konur voru starfandi frá morgni til kvölds. Það sem ég þekkti til, þar var iðin hönd alltaf að. Ég man aldrei eftir annar en iðinni hönd. Þannig að þær voru aldeilis ekki verkefnalausar þessar ágætu konur, en þar sáum allt þetta. Þar sáum að gefa hjörðinni sinni að borða, þar sáum að þvo af hjörðinni sinni, og þvottavélar sem voru þá, þær voru náttúrulega ágætar til síns brúks, en það voru ekki þessar sjálfvirku vélar sem þú settir í og tókst svona eiginlega þurrt út, það var nú ekki þannig. Þetta voru svona einhverja vassbelgir sem einhver hjól snýri fram og tilbaka, og ef þú varst ekki með vindu, þá bara vastu þetta í höndunum. En svo komu nú vindur, handsnúnar vindur fyrst, og svo komu þessar vélar, þessar pottvélar með gúmíhjólu sem fylgdu, það var hægt að kveikja á þeim, og svo var hægt að kaupa þetta sér. Það þótti nú aldeilis fínt, og þú þurfti ekki að vinda þetta lengur. Þetta var rennandi blautt samt þegar þetta var hengt upp á snúru. Þetta var ekkert hálfþurrt eins og í dag. En svona allra mest á vatnið farið úr, og svona var þetta. Þetta var svona þróunin í þessum. Svo fóru að koma sjálfvirkar vélar sem að gera það sem maður gerir í dag, og þá kannski byrjar þetta að þessar ágætu mæður fara að skreppa út af vinnumarkað. Það er kannski sjálfvirknin, það hefur náttúrulega alltaf unnið, það voru alltaf konur í frystihúsunum sem að sá það megin hluta, en kannski var það sjálfvirknin, þessar vélar í þessum geira í eldhúsinu, sem að svona ýtti mörgum aðeim út á vinnumarkað, því að þær sáu að það var náttúrulega búið að taka hellinga vinnu frá þeim heima, og þær sáu þá bara núna gætu þær fundið sér tíma á vinnumarkaðunum og tryggt tekjur heimilisins. Það var náttúrulega auðvitað
auðvitað það sem vakti fyrir þessum ágætu konum, ég tala um konur því að konurnar voru bara í þessum embættum, hvað sem menn segja um það, þá var þetta bara svona. En þetta hefur allt saman orðið til þess að svona smátt og smátt svona þróaðist þetta upp í það að þetta var bara það sem er. Þetta er svona núna. Það eru tvær fyrirvinnur og menn eru samt alltaf kvartandi undan blankveitum og þeir eigi ekki fyrir þessu og þeir eigi ekki fyrir hinn og þannig að það hefur, við sjáum það ef við erum sanngjörn í þessu, það hefur ekkert endilega verið neitt svo mikil blessun út úr þessu. Það er ekki í dag að menn borði tvisvar á dag til dæmis. Flestir láta sér nægja eina máltíð á dag og ég er ekkert að segja að þetta sé ekki nóg. Ég er bara að tala um það hvernig þetta var. Þetta var bara almennt í þessu landi 2 máltíður á dag. Það var kannski kjöt 2-3 í viku og svo alltaf kjöt á sunnudögum. Það var bara stór steikur á sunnudögum og við munum nú eftir því að það var alltaf einhvað sem var hendin í ofn og við átum úr ofninum, bakarofninum eða steikarofninum. Þetta er ekki lengur. Þetta er náttúrulega til allt saman ennþá, en þetta er ekki svona þetta form sem var á áður. Ég get alveg tekið undir það að þetta var fæðan var miklu einhæfari. En svona var þetta. Hádegi það var alveg borðleggjandi, kvöldmatur alveg borðleggjandi, kaffið alveg borðleggjandi og kannski og víða sem var kvöldkaffi líka. Það var nú lengi svo sem í viðlóðandi. En svo einhvern veginn hætti þetta allt saman og heimilið var yfir daginn bara meira og minna autt. Og menn fara út og þeir skelli lás þegar þeir fara. Það hvarflar ekki að nokkrum einasta manni að skilja eftir húsið sitt ólæst. Menn verða nú fljótir að sem eru á þeim buxunum að finna það út hvar ólæst er. Það eru nú víða augu sem fylgjast með. Þannig menn gera þetta ekki. Það er bara aldeilis ekki lengur þannig. En á mínum æsku árum þá var þetta bara hið algenga. Það var svona, menn bara tók í húninn og fór inn og fór út á þess að stinga lykli í neista. Voru ekki einu sinni með hann á sér. Valla það. Eins og ég var að segja á þann að þá var ég yfirleitt aldrei með, ég held ég var aldrei 8 lykil eins og að húsinu. Hvað þó heldur meira? Og það var nú reyndar lengi þannig, ég man þetta þegar maður voru á sjónum og þá var maður ekki með neitt lykil. Maður bankaði á eitt glugga sem foreldrar mínir voru og svo kom annað og hleypti mann inn. Þannig var þetta og þetta var gert heima. Sjálfsagt verið víðar sem þetta var. Það verið hoggið skarði allt svona. Var þetta gott eða vont? Það veit ég ekki en þetta var allavega, þetta var svona miklu meiri svona, heima var svona miklu meira, það hafði miklu meiri þýðingu heldur en seinna var. Og svo komu sjónvarpsvæðingin og tala nú ekki þegar menn fóru að geta skipt á milli rása og þá færðist menn með sjónvarpstækin sín inn í sitt eigið herbyggi og voru að horfa á sjónvarpið þar eða vídeo og svo hérna á vídeo og svo hérna seinna DFD-spilari og krakkarnir voru bara þar. Hver í sínu herbyggi, hver að horfa á sína mynd sem hana og hann langaði til að horfa á. Þannig að við sjáum að þessi tæki þau eru góð allt það en þau hafa svolítið splittað fjölskyldunni í sundur. Og ég skil það svo sem vel, sjálfur nota ég þetta sjónvarp í dag og reynda hefur alltaf gert það þegar maður fór út í þá sálma. Þá hefur maður bara valið sér sjálfur það sem maður horfir á. Er ekkert að láta skammta sér þetta og þannig er nú með okkur flesta. Enda eru þessi sjónvarp, þessi sem hafa sendt út sjónvarp mikið að gefa valmöguleika. Að vísu endurtekið efni hjá þessum stöðum, þú hefur það. Ef þú vilt horfa á eitthvað annað en í sjónvarpinu, þá gætirðu farið bara inn á þessa síður
sem að, ef þú vilt horfa á eitthvað endurtekið, og svo þetta náttúrulega að fara milljón aðra leiðir í dag til þess að bara sjá eitthvað alveg splungun nýtt. Það er nú aldeilis kraðakið á YouTube síðunni, það ekki? Þannig að þetta út allt. Þetta allt verið á kostnað. Það búið að draga athyglinni frá þessum einföldu hlutum sem gefa lífinu gildi. Þetta sem við erum að tala hérna mikið bara þessi afþreying, ekkert endilega neitt holl fyrir lífið okkar. Við veitum alveg hvernig þessar myndir eru. Það samanstanda á ofbeldi og kynlíf og ég veit ekki hvað og hvað, ekkert endilega hollt að horfa á þetta. En fáir eru að velta fyrir sér guðsvitundinni og fáir eru að skoða þau mál, kannski hefur þetta alltaf verið þannig. Það hefur alltaf þurft að, eins og Drottinn segir sjálfur, hann dragi menn til sín, þannig að þetta kannski alveg eðlilegt að þetta sé svona, að menn sé ekki finna það upp sjálfur að fara að skoða Guðsorðið. Það virðist nú vera þannig að hann bara hnippi í okkur, þá förum við mögulega og hugsanlega að hafa áhuga fyrir því. Og hann nær alltaf einhverjum, fleirum heldur við okkur kannski grunar, jafnvel marga á hverjum degi, þó við vitum ekkert af því og þurfum ekkert að vita og getum auðvitað ekkert vita af því, því að hann náttúrulega bara út allt. Hann hnippa í mann og annan, hvað sig sjálfan varðar, og hann nær athygli sumra. Og þeir sem að veita þessu viðtöku fara að skoða það sem hann með, og við förum allir og öll á sama stað þegar kemur að þessum málum. Það ekki rásir sem við veljum úr og finnum eitthvað sem okkur líkar. Nei, það er bara orð Guðs. Þú ert með sömu Biblíu og ég. Og við skulum segja það, ég sé að lesa og Jóhannes og Guðspjalli. Þú getur verið að lesa það líka heima hjá þér, sömu kafla og sömu vers eins og ég. Og báðir áhugasamir vegna þess að þessi nýji staður sem trúin setur okkur á, hún færir okkur þetta heim og svo allt í einu förum við að sjá að þetta sjálft lífið. Lífið ekki í sjónvarpinu. Lífið ekki í kvikmyndahúsunum. Lífið ekki í leikhúsunum og þessum stöðum sem við verum að sækja á og finnst alveg ómissandi að hafa annað en að hafa aðgangað, og það alveg hægt að taka undir það, þetta margt af þessu gott. En þetta ekkert endilega lífið sjálft. Þetta bara svona afþreying inn í hvern dag fyrir sig. Svo þetta búið og jú, þetta var allt í lagi. Þú kannski hress út komin af æfingastöðinni sem hún sækir reglulega, en þetta ekkert lífið sjálft þannig séð. Þetta ekkert sama og að iðka trú sína. Þetta ekkert sama og að biðja bæn til Jesús Krist. Þetta ekkert sama og eiga samtal við hann. Því hann nærir lífið í þér. Og hvað lífið? Það býr í hjartanu þínu. Hann á við það. Hann lúir að því. Og þar erum við að tala allt annað heldur allt hitt sem við erum að nefna hér. Þar erum við að tala þig, hinn raunverulega þig, og það sem þú þarf til þess að eiga líf sem við getum sagt og gert fullum fetum að sé einhvað líf. Og þá vorum við að tala kærleika Drottins, og Drottinn gefur okkur kærleika sinn, þannig að við getum starfað í kærleika hans, ekki okkar kærleika, og við þurfum að hlúa fólki sem við kannski gerðum aldrei áður og gerum kannski ekkert mikið að þó við séum trúuð. Það svo margt sem við gerum ekki það meira af sem við ættum að vera að gera þetta trúaða fólk. Það nú vegna þess að við erum bara þráttur allt, bara eins og annað fólk, en vitum af þessu. Vitum af þessari leið sem leið til að hlúa lífinu
fá lífið til þess að blasa við okkur eins og Drottinn sýnir lífið og hann sér sjálfur. Hann vill að ég og þú, við sjáum lífið eins og hann sér það. Það er svona líka markmiðið í honum, ekki bara það að fræða mig alveg magnaðri kennslu um eitt og annað. Hann vill líka að eitthvað það vakni í mér sem fær lífið til að blasa við mér eins og hann sér það. Og hann sér þetta réttum augum og hann getur alveg gefið þér að sjá lífið sömu augum og þú. Hvað gerist þá? Það er bara fullt af hlutum sem gerast þá. Þá stendur þið að því, aftur og aftur, að þér þykir vænt fólk í kærleika, í alvöru. Þykir vænt fólk í alvöru. Ég þú svarir því bara eins og ég, ja, stundum og stundum ekki. En Drottinn er ekki þannig. Og ekki heldur kærleikur hans, honum þykir bara vænt fólk. Það er í eðli hans að þykja vænt fólk. Honum þykir ekkit endilega mjög vænt sjónvarpið mitt, sem ég er kannski alveg gagntekinn af. Eða allir þessum bíómyndum sem við erum gagntekinn af líka og höfum mörg orð hvað okkur fannst alveg frábær. Og það er enginn að segja að hún hafi ekki verið það. Og ég er ekki að segja það að Drottinn sé að koma á móti þessu, hann er ekkert á móti þessu. Hann vill að við bara njótum lífsins hvernig sem við njótum þess. En hann vill líka að við njótum lífsins með honum og gegnum það sem hann vill að við sjáum. Þetta getur allt unnið saman. Það er nú bara lenska svo oft hjá okkur að við erum með þetta aðskilið. Drottinn er þarna, en við erum að grautast hérna. En Drottinn vill að við, svona eins og við hægt er að spyrða þetta saman. Hann vill að við njótum lífsins, að þessu leyti. Ef við verðum að hafa trúna í lagi, þá erum við í raun að undirbyggja það að við njótum lífsins, líka þarna. Eins og vera ber, og þá náttúrulega fæðist það sjálfum sér, að þú ert ekkert að leyfa þér að horfa á hvað sem er. Þá ferðu að reyna að skoða myndir, til að mynda bíómyndir, sem eru nú kannski ekki alveg eins ofbeldisfullar og sumar myndir og ekki alveg eins mikið kynlíf og sumar myndir. Sumar myndir hafa ekkert kynlíf og ég kann ágætlega við þær sjálfur. En þetta er val og þetta viðmið líka. Trúin gefur okkur þetta viðmið, þetta guðlega viðmið. En trúin hún bannar mér ekki neitt. Aldeilis ekki, en þjálfunin í trúnni og að fræða sig í orðinu setur svona skilju í okkur. Þannig við skiljum sumt frá og tökum inn efni sem er gott efni, því að þannig er þetta nú til að mynda með bíómyndir. Það er nú sem betur fyrir ennþá verið að framleiða alveg fínustu bíómyndir. Þó að svona kannski megnið af þessu bíómyndu sé þessar ofbeldisfullu myndir, einhvern veginn það höfðar til þessa fallins eðli mannsins að horfa á þetta, en þá eru til fínar myndir sem eru bara mjög velgerðar myndir og sem skilja einhverjar hugsanir eftir hjá okkur sem að, fæddust á meðan að við vorum að horfa. Það eru að mínu áliti góðar myndir. Ekki einhver afþreying, það er alltaf lagi að horfa á afþreyingu og stundum auðvitað gerir maður það, en þetta er bara þegar myndin er búin og maður helst ekkert eftir hvað hún var, en svo eru líka myndir sem maður horfir á sem skilja alveg helling eftir. Maður sér bara í þeim ákveðin sannleika og maður jafnvel fer að velta sér upp úr þeim. Þetta er eitthvað sem Guð gefur. Þannig hann kemur víða með fingurinn inn í lífið okkar. Hann veit af þessu öll og auðvitað reynir hann að vera með áhrif þar líka. Hann lætur ekkert afskiptalaust. Hann setur inn eitthvað efni sem hann hefur jafnvel stuðlað að sjálfur. Það eru til kristnir menn, kvikmyndagerðar menn, sem gera bara
bara massíft kristilegt efni, við veitum allt um það. Og þetta svo sem að fara víða og margir að horfa á þetta, það náttúrulega líka því að hann á náttúrulega fjöldan allan af fólki í öllum heiminum. Það ekki bara ég og þú sem eru kristnir menn. Það eru nokkra milljónir með okkur í þessu. Og hann sinnir þessu og inn í þessu milljónahóp sem til að kristnum mönnum eru þetta fólk með alls konar hæfileika. Sumir eru með hæfileika til að gera kvikmyndir. Og sumir að þeim gera alveg góðar kvikmyndir. Sumir að þessum jafnvel frægustu leikstjórum og kvikmyndaframleiðendur, þetta eru kristnir menn. Og ef þú horfir á myndir með þessum mönnum, þá sérðu ákveðin boðskap skína í gegn. Fyrst og fremst, eða oft þetta nú bara tær sannleikur sem þeir að segja, og sannleikurinn auðvitað talar alltaf sínu máli, hann skilur eftir fullt af hugsunum og pælingum hjá þér og þeim sem horfa, jafnvel vantrúaður maður sér þetta og hann getur farið að pæla alls konar þegar hann sér þetta, að þegar hann að horfa á sannleikan bara í þessu formi. En auðvitað það best af öllu, það að vera bara með sjálfan sig í orðinu. En þú hættir ekkert að lifa lífinu þó þú sért í orðinu. Þú heldur áfram að vera manneskja. Þú heldur áfram að vera þetta og hitt og vilja þetta og hitt og gera alls konar. En það sem þú ert hættur við, þú ert hættur að syndga. Hægt að hætta að syndga í þessum syndugu heimi, það nú bara aldeilis hægt. Þetta að syndga ekkert annað en val. Þú sem hefur trúna, átt til trúna, þú hefur í raun þetta val. Syndarinn, hann í raun hefur ekkert val, af því að hann þekkir ekki Guð eins og þú þekkir. Þú þekkir Guð, þú þekkir orðið, og ert því komin með þetta val. Og jafnvel þetta oft að togast í okkur, þessum kristnumönnum, þetta að velja þetta og hitt. Akkur þetta að togast í okkur? Því við erum með tvö öfl í okkur. Það er hold og það er andi. Og þetta fylgir okkur svo lengi sem við lifum. Og þetta er líka ástæða þess að við erum að hamra á þessari kennslu. Það er með þetta að dagurinn í dag, hann gefur bara vist af sér, færi fram vist af sér, sem að ég og þú verðum að glíma við, og það er alltaf þessi streit á milli, að láta undan þessu góða eða illa. Við höfum val, ábyrgðin okkar megin talsverð. Við vitum að syndarinn, hann þekkir ekki Guð eins og ég og þú þekkjum hann. Og við vitum akkur að það kemur gáfum ekkert við, eins og við oft að tala um hér. Þetta er bara það að hann hefur, sá sem trúir, hann hefur skilyrðin til að þekkja Guð sem hinn hefur ekki. Það heitir heilagur andi. Af heilugum anda fáum við trú. Og þá erum við komið með skilyrðin til að skilja það sem Drottinn að segja, og við förum að skilja það betur eftir því sem við leggjum á okkur meiri vinnu við það. Og við erum náttúrulega áfram í lífinu, við erum áfram bara venjulegt fólk, en við erum komið með þessa togstreitu í okkur að velja rétt og rangt. Og að því að við erum trúaðar manneskjur, þá viljum við sem sagt velja það sem er rétt. Segir enda í orðinu að sá sem eigi til trú, hann geti ekki syndgað. Sumir kannski hafa túlkað þetta þannig að sá sem að á til trú, hann geti ekki syndgað, en það ekki verið að tala neitt um það. Við vitum að við getum valið að syndga, en við verðum að velja það. En Drottinn segir, þið getið ekki syndgað lengur, þið verða að hætta þessu. En við getum það samt og þetta sé svona orðað. Við vitum að við getum það. En orðið það talar um það að þér getið ekki syndgað. En við skiljum setninguna.
að það er ekki verið að tala semst það að við getum þetta ekki. En við getum ekki syndgað og við tökum undir það að við getum ekki lengur syndgað og við syndgum ekki. Jafnir þó við tökum þetta upp og gerum þetta okkar, þá erum við samt áfram inn í lífinu. Við erum áfram inn í þessar ringuðu lífsins og við getum áfram haft gaman að því að horfa á alls konar efni, hlusta á alls konar músík. Það kemur þessu máli ekkert við. Þarna hafa menn verið svolítið duglegir við að leggja byrðar hvorn og annan og þetta svo sem orð fyrir þessi í Biblíunni. Það segir á einu stað, takt ekki á þegar menn sé að boðum er ekki taka á og ekki snerta á og ekki gera þetta og hitt. Það er þetta sem verið er að tala um. Þegar menn er að banna er að hlusta á ákveðna músík. Þetta er bara kjaftaði. Þú mátt hlusta á hvaða músík sem er. Þú mátt í raun gera hvað sem þú vilt, en eitt skaltu gæta þinn á. Láttu þetta ekki taka þér taki. Hafa áhrif á þig, er það hægt? Já, ég geri það, ég er búin að gera þetta lengi. Ég geri alls konar og það hefur engin áhrif að trúna. Ég er ennþá bara þessi trúaði maður sem ég verið frá trú. Ég veit ekki hvað mönnum finnst þetta. Þannig að ég fett engan fingur út í það hvað menn er að gera. Svo fyrir utan það hefur hver og einn frjálsan vilja og það er alveg mögnuð hugsun fyrir mig og þig að eiga. Það er þessi frjálsi vilji. Ég á frjálsan vilja og akkur vilt þú, segjum það, hafa einhvern áhrif á þennan frjálsa vilja minn. Leifum bara Guði að vinna sína vinnu. Akkur vill ég og þú setja mig í Guðs stað hvað annan einstakling áræði. Er hann ekki alveg fullfær það? Auðvitað er hann það og auðvitað viðurkennum við það. Auðvitað viljum við að hann bara geri þetta, en við erum svo einhvern veginn með svo kannski skakka mynda lifandi Guði og þá er alls konar að gerast í kringum það. Leifum bara mönnum að lifa sínu lífi. Setjum fræðsluna fram, setjum hana rétta fram, bendum á það sem orðið er að segja og skellum því fram eins og á að gera og þá erum við að gera rétt, þá erum við skilað okkar og síðan bara taka menn þessu að taka þessu ekki. Hvað getum við gert meira en að bara bera fram rétta kennslu? Við getum ekkit annað. Okkur er ekkit ætlað neitt annað. Okkur er ekki ætlað að skipa einum né neinum. Drottinn skipar engum, hann gerði það aldrei. Benti mér á eitt stað í Biblíunni þar sem drottinn er með skipun. Hann er hvergi með skipun. Þetta er allt sama beiðni, mjúklega framsettar beiðnir frá honum. Og er hann ekki eftirmyndin okkar, fyrirmyndin okkar, ætla ég nú að segja. Það segir nú í orðinu þannig, já. Þannig að við þurfum að gæta okkar. Við þurfum umfram alltaf að vera vel að okkur í orði Guðs og það er leið til þess, sama hver maðurinn er eða konan, við höfum orðið. Orð Guðs er bara þetta, þessi bók, og hún er til í öllum heiminum, inn á sennilega flestum heimilum, kannski ekki öllum, en flestum heimilum, á allan að vesturhveli jarðar held ég að sé nú, ég megi nú segja að sé nú til á nánast hverju heimili. En auðvitað misjað hvað menn gefinni mikinn tíma. Sumir reyndar gefinni engan tíma, hún er til upp í hillu og bara kjölur hún út, svo er hún ekki hreyfð þaðan. En hún er nú víða til. Það held ég geti alveg fullyrt. En svo sem sagt verða þessi þáttaskil og kaflaskil þegar að þú ert komið með trú í hjarta, þá er það fyrsta sem að þú vilt, ef þú átt hann ekki, Biblíuna eða Nýja testamenti, það er að útvega þér Nýja testamenti. Það er bara eiginlega fyrsta hugsun. Ég man allt eftir því þegar ég frelsaði, þá átti ég hvorugt og í raun og veru var það fyrsta hugsunin að fá sér Nýja testamenti. En það leiði ykkur í mánuði síðan vegna því hafði mig aldrei í verkið. Svo endan var mér gefið Nýja testamenti. En hugsunin kom strax að eiga þetta. Þetta var nauðsynlegt fyrir mig sem trúaðan mann, ég vissi að ég var orðin trúaðan maður,
að eiga orð Guðs, en ég átti alveg stapla bókum. Og ég hélt áfram svona smávegis eftir að ég frelsaðist að lesa þessar bækur, svo endan pakkaði ég þeim öllum saman og gaf þar. Svo sem ekkert mikið þegar ég var nú alltaf að tína úr þessu, en ég áttum tíma alveg hellinga bókum, en búin að fækka þeim verulega þegar þessum stund kemur. Það voru 2 eða 3 kassar samt sem ég fór með og gaf, eða einn eða 2 kassar, ég man ekki hvort var. Það var hellingu til, og síðan hef ég eiginlega ekkert eignast á bókum í þessi 30 ár nema ég á alltaf Biblíuna. Að sjálfsögðu, auðvitað. Það er ekki furðuverk þó að trúaður maður vilji eiga Biblíuna. En mér er sama hina bækurnar. Þetta voru ágætis bækur, sumar af þeim, en svona bara þessar afþreyinga bækur. En núna er það bara Biblían, vegna þess að Biblían sýnir mér lífið, kennir mér lífið, og ég læri á Drottinn gegnum Biblíuna og af trúminni og heilugum anda og allt saman það. Þannig að það eru skilyrði til að sjá eins og Drottinn sér. Og stundum hefur hann leyft mér að sjá eins og hann sér, og það er uppljómun. Það er náttúrulega alveg frábært þegar maður verður slíks áskynja. En hvað erum við búin að tala lengi? Við segjum þetta bara gott í dag, og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.